Þeir segja helviti sé löngruða sem geng Reykjavík Dansfestival, danshátíðin, fyrir fram núna 20. til 23. nóvember. Hvernig komið þið að þessari hátíð? Ég satt hluti að svona úlinga, eða svona hóps úlinga sem eru svona í listrænu teymi og eru svona listrænu stjórnendur fyrir hátíðina ásamt 3 öðrum stelpum. Í ár erum við svolítið, þú veist, að taka við þeirri áskorun að nota svona svæði, svona rými sem við sem úlingar tökum upp á hverjum degi og við erum að reyna að breyta þeim í eitthvað annað með mismunandi svona listrænum aðferðum. Og hvað ætlið að gera í ár? Við erum að fara að halda viðburði í herbergjum úlinga og það mismunandi hlutir að gerast í hverju herbergi fyrir sig. Til dæmis dagbókar upplestur. Já, þú veist með dagbókar upplestra frá Möggu Bjarna, Lóu Hlín og Halldóru Geirhars og það alltaf svona að tala sín úlingsár. Svo hérna tónleikar, Jói P. og Króli og Hipsum Haps. Það svona svolítið svona trún og spjall tónleikar. Þannig að þeir verða bara inn í svefnherberginu hjá Mörtu. Já, að það svona viðburðurinn að Birtu, en það verður svona heima hjá Mörtu af því að við vildum hafa allt í Vesturbænum svo fólk getur bara rölt á milli. En inn í þessu herbergi, hvað er að fara að gera sérna? 2 tattoo-artistar koma hinga og gefa gestum free tattoo. Free tattoo, eða þú kaupir náttúrulega miða á viðburðinn sem ekki nema 500 kall. Þeir verða bara svolítið að tala við alla og við horfum á, eða þú veist, við horfum á tattooin sem þeir gefa, húðflúrin sem svona þeirra listaverk, svona þeirra contribution eins og þú veist, Þórdís Sögar að mála, það hennar listaverk og þú veist, Jói P. Króli og Hipsum Haps eru þú veist að syngja, það þeirra listaverk einhvern veginn. Þannig að þetta svona þeirra framlag. En þið eru ekki bara með þennan viðburð á hátíðinni, þið eru með einhvern annan líka? Já, við tökum þess að þátt í dansverki / svona kórsöng sem er bara söngleikur sem heitir Teenage Songbook of Love and Sex. Sem er bara reynslusögur frá úlingum, frá þú veist, okkur og öðrum úlingum sem við unnum með og við byggum til lög, sömdum við sjálf og og erum bara, þú veist, segja frá okkar reynslu sem úlingar sem tengist ást og kynlífi. Þetta er alveg svona að okkar mati myndi ég segja mjög sérstök upplifun og gæti verið mjög mikilvægt. Það tengja allir við þetta. Ég held það. Það hafa allir verið úlingar eða verða úlingar á einhverjum punkti. Já. En þessi hugmynd með að vera að sýna inn í herbergin hjá úling, hvernig kom það til hjá ykkur? Ég held að því við vorum svolítið að vinna með þessa hugmynd að svona manipulata spacein okkar í einhvern veginn eitthvað annað og við vorum búin að vera að hugsa svolítið stórt, eitthvað svona hvar erum við oft, í strætó, í ræktinni, í skólanum og svo svona boilaðist þetta einhvern veginn niður í það að við erum bara inni hjá okkur mest, skilju, og þetta er svona okkar personal space, Safe space, já, eiginlega. algjört safe space og bara svona útrúlega persónulegt manneskjunni sem býr í þessu herbyggi, skilju, og þetta verður náttúrulega mjög vandarlegt fyrir mjög marga, sko. Það að fara að eignast marga vini þarna á hátíðinni. Já, 100%. Við vonum það, við vonum að sjá sem flesta og kynnast sem flestum, sko. Gangi vel með þetta. Takk hérlega fyrir.